Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. september. En sem fyrir það pólitíkin sem að gera allt vitlaust. Flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins var haldinn á laugardaginn. Þar verið að reyna að þétta raðirnar. En það maður sem bendir til þess að það séu komnar verulega alvarlega sprungur í stjórnarsamstarfið. Jafnvel þó að ráðherrarnir og forsætisráðherrann láta á engu bera. Ég fæ hingað til mín á eftir þá Björn Leví Gunnarsson sem þingmaður Pírata og Teit Björn Einarsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins. Þeir eru eins og gefur að skilja algjörlega og öndverðum með það hver staðan er. En það eru ekki bara erfiðar fréttir, það eru líka jákvæðar fréttir, uppbyggilegar fréttir. Fyrirtæki Kleifar fiskeldi hyggst byggja upp 20.000 tonna fiskeldi á Tröllaskaga, ekki síst í Ólafsfirði og á Siglufirði. Þar sem Róbert Guðfinnsson ræður ríkjum. Hann fer fyrir hópi fjárfesta sem vill ráðast í þessa uppbyggingu á svæði sem verður að teljast brothætt byggð og vonandi að þeim verði eitthvað ágengt í þessum málum. Róbert er einn reynslumesti fiskeldismaður Íslands, þó að það hafi ekki verið hér við strendur Íslands. Hann rak á tímabili fiskeldi eftir allri vesturströnd, bæði Suður og Norður Ameríku, geri aðrir betur. Við ætlum hér í síðari hluta þáttarins að ræða við þá Tryggva Hjaltason úr Vestmannaeyjum sem formaður hugverkaráðs. Hann hefur fjallað mikið stöðu drengja í skólakerfinu, veika stöðu þeirra og Grím Atlason sem framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Ofbeldisbrotum meðal barna fjölgar, læsi drengja og stúlkna fer hrakandi og þetta eru alvarlegir hlutir sem við þurfum að fara ofan í kjölina. Þeir verða hér í síðari hlutanum eins og ég segi, en í fyrir hlutanum Teitur Björn og Björn Leví þar ætlum við að byrja á umræðu bandarísk stjórnmál. En áður en við hittum þá fyrir hér í settinu, þá mun Hermann Nökkvi Gunnarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, fara yfir stöðuna eins og hún blasir við í Bandaríkjunum í dag í baráttunni milli Kamala Harris og Donald Trump sem bæði vilja verða næsti forseti Bandaríkjanna. Herragarðurinn klæðir þig vel. Væntanlegt í sjónvarpi Símans. Dimma, ný spennuþáttaröð byggð á metsölubók Ragnars Jónassonar. A woman is dead. Put me on the case. You were suspended for assaulting an officer. You crazy? The girl throws herself into a glacier. Accident or foul play. I'm going to find out what happened to her. And if someone hurt her, I will find them. I know what you did. These people are monsters. And they're everywhere. I will send them back to the darkness. Dimma, hefst 12. september í sjónvarpi Símans. Komið sæl, ég heiti Hermann Nökkvi og í dag ætlum við að fara aðeins yfir stöðuna í kosningabaráttunni vestanhafs og við ætlum að byrja á því að fara yfir stöðuna samkvæmt mælingum á landsvísu. Eins og við sjáið, þá leiðir Kamala Harris með ca. 1,9% stiga forskoti sem kannski ekki jafn mikið og demókratar höfðu vonast til á þessu tímabundi því að þetta svipa fylgjum með þegar þau héldu landsfundi sinn fyrir 2-3 vikum. Hefðin sú að frambjóðendur bæti við sig nokkru prósentustigum eftir landsfundi, það hefur ekki alveg gerst í tilfelli Kamalu Harris. En fylgi á landsvísu eitt og fylgið í sveifluríkjunum annað, þannig að við skulum skoða hver þessi umræddu sveifluríki eru. Nevada, Arizona, Georgia, Norður Carolina, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Það eru þessi 7 ríki sem við komum til með að ráða úrslitum það hver verður forseti þann 5. nóvember, kjörinn forseti réttara sagt. Skoðum aðeins kannanir í þessu ríkjum eins og þetta lítur út með það sem við erum búin að setja fylgið inn. Þá leiðir Kamala í Nevada, Trump í Arizona, hún aftur í Georgíu, hann í Norður Karolínu og hún með 2 ríki í riðbeltinu og Trump með Pennsylvania. Stóra fréttin samt auðvitað svo að Kamala Harris leiðir samkvæmt þessu naumlega í kjörmannakerfinu með 273 kjörmenn á móti 265 og þar auðvitað 270 kjörmenn til þess að vinna kosningarnar. Okkur eru orðið tíðrætt það hversu jafnt það auðvitað í þessum kosningum, þannig að við skulum aðeins fara yfir hvað við eigum við þegar við tölum að sé allt í játnum. Eins og þið sjáið, þá mesti fylgismunurinn í Wisconsin, þar sem 1,4% stig sem auðvitað ekki neitt. Í Pennsylvania jafnt upp á kommu, í Georgíu leiðir Harris með 0,1% stig og eins og ég sjáðu bara almennt, Trump leiðir með 0,7, leiðir með 1, hún með 1,1, hún með 0,6. Þetta auðvitað ekki tölfræðilega marktækur munur á þessu fylgi þó að þetta sé meðaltal kannana og því þetta allt í loftupi, það getur hver sem unnið þetta. En
við ætlum aðeins að leika okkur á smá tölfræði því að með við skoðanakannir í vikunni þá blasta á einu tímapunkti þetta kort við okkur og þeir spyrja hvaða kort þetta? Já, það sem við sjáum hér að Harris vinnur 3 sveifluríki og það riðbelti, það Wisconsin, Michigan og Pennsylvania á meðan að hann Trump vinnur 4 af þessum ríkjum, Nevada, Arizona, Georgia og Norður Carolina. Það myndi því að Kamala Harris myndi vinna með 270 kjörmenn á móti 268 kjörmennum. Sem sagt minnsti mögulegu munurinn til þess að vinna í kjörmannakerfi Bandaríkjanna. Þannig að við ákveðum aðeins að leika okkur með bara sjá, er möguleiki á jafntefli? Já, það er möguleiki á því að gera jafntefli í kosningum í Bandaríkjunum. Það gerist fyrir sléttum 200 árum síðast, en það eru kannski örlítið meiri líkur á því núna heldur við séu á undanförnum árum, þó ég ítreka, það er mjög, mjög ólíklegt. Þannig að við erum þá með þetta kort, þar sem að hún var með 270, hann 268 og við erum búin að færa okkur yfir í kortið, það sem að eitt kjördæmi í Nebraska sem úthluta sinn kjörmann óháð því hvernig kosningin fer í heild sinni í Nebraska. Segjum svo að Trump vinni þennan kjörmann, eins og hann gerði á móti Hillary Clinton árið 2016 en tapaði þessum kjörmann á móti Biden, þá allt í einu eru komin þá stöðu að Harris með 269 kjörmenn og Donald Trump einnig með 269 kjörmenn. Þetta því leyst þannig að fulltrúadeild Bandaríkjaþing sem að verður þá ný kjörin einnig í þessum kosningum, hún mun ákveða hver verður næsti forseti Bandaríkjanna og þarf að velja á milli þeirra tveggja og öldungadeildin sem verður sömuleiðis ný kjörin að hluta til, hún mun einnig þurfa að velja en það verður varaforsetan. Þannig að þú gætir enda með forseta úr repúblikanaflokknum en varaforseta úr demokrataflokknum. Ítreka enn og aftur, þetta auðvitað bara leikur, þetta mjög ólíklegt þó þetta sé mögulega eilítið líklegra núna heldur en á undanförnum árum. En ég hlakka til að fara yfir stöðuna vestanhafs með okkur næstu vikurnar en við látum þetta gott heita að sinni. Já, við þökkum Hermanni Nökkva Gunnarsinni fyrir þessa góðu yfirferð og hlökkum til þess að fá þessi innslög hjá honum alveg fram til 15. nóvember þegar að niðurstaða liggur fyrir í þessum æsispennandi slag vestanhafs sem að algjörlega hnífjafn. Þetta auðvitað hluta af fréttum vikunnar og ég fengið hingað 2 góða alþingismenn, þá Björn Leví Gunnarsson frá Pírötum og Teit Björn Einarsson frá Sjálfstæðisflokknum. Við ætlum að ræða ýmis mál og byrja þarna vestanhafs. Eins og þið sjáið í þessari kynningu Hermanns Nökkva, þetta er ótrúlega jafnt. Maður spyr sig hvernig getur 360 milljóna manna samfélag komið sér í þá aðstöðu að vera með þetta og þetta lafir bara hnífsegg. Hvað segirðu það, Björn? Þeir eru búin að hanna þetta rauninni sjálfur með uppskiptingu á kjördæmum og ýmsu svoleiðis. Þetta kemur ekkert á óvart. Þegar það er rauninni þó nokkur svona halli í heildarfjölda atkvæða, þá er búið að vera að sníða til kjördæmin til þess að vinna á móti því rauninni, til þess að ná þá meirihluta kjörmanna í þessu kosningakerfi gegn meirihluta atkvæða. Það er sjálfur sér mjög athyglisvert. En það eru breytingar í fylkjunum líka. Flórída sem einu sinni var algjörlega gefið demókrötum, það eru repúblikanaríki og svo sjáum við aðra breytingar í öðrum fylkjum, þannig að fólksflutningar milli fylkjanna geta haft þarna áhrif líka. Vissulega. Samt tekst þeim að hafa þetta svona æsispennandi? Já, æsispennandi eða slæmt, hvort á maður að velja. Já. Mér finnst þetta ekki mjög jákvætt svona upp á lýðræðis svona niðurstöðu upp á það að gera. Það búið að vera vandamál í Bandaríkjunum núna með hvernig kosningakerfið er sett upp. Það er búið til í rauninni á þeim tíma þar sem það var ekki hægt að kannski vera með beinna lýðræði og það lifir ennþá. Það er áhugavert hversu lengi svona ákvarðanir gilda þrátt fyrir samfélagslega breytingar og tæknilega breytingar sem að myndu gera okkur kleift að haga þessu öðruvísi. Já, þeim tekst illa að breyta stjórnarskránni bara eins og okkur. Fullt ástæðan fyrir því. Þetta er áhugavert og það sem maður kannski horfir helst í þetta er svona ofboðslega jafnt og það séu örfá ríki sem við kannski skera úrslitum hvernig þetta fellur nákvæmlega eða þetta verður ennþá furðulegra og við sáum það hérna árið 2000 það voru nökkrar í Flórída og þá bjóð til alveg svakalega stjórnlega kreppu hjá þeim og við sáum það líka á síðustu kosningum að það var ekki allir á eitt sáttir þá niðurstöðu eða hvernig svo niðurstöða fékkst og frambjóðandinn sjálfur ekki enn búin að viðurkenna úrslitin í Flórída árið 2000? Já, sko Donald Trump var nú ekkert á því að láta af embætti þarna síðast. Þannig að það sem maður kannski óttast er að ef þetta verður svona ofboðslega jafnt að þar með verður það ekki endalegi dómur, þá ber að
koma lögfræðingarnir og það verður alls konar vesen og annars konar stjórnlaga krísa sem getur komið upp. Þeir eru með mjög svona, já, þeir eru búin að hanna þetta kosningakerfi með þessum hætti. En maður getur ekkert annað að segja að það séu ákveðnir veikleikar í því að þeir eru að takast á það, Bandaríkjamenn, byrju hverju mega kjósa, hvernig ber fólk sig að, sko, þú ert að skrá þig á kjörskrá og hvað eru skilríki og svo framvegis sem að okkur þykir eða svolítið framandi. Mjög. Og þessi svona rótering á umdæmum og kjördæmunum, sko, til þess að ná fram einhverjum pólitískri, einhverju niðurstöðu. En allt saman tekið þá verður þetta mjög spennandi kosningar og eru þegar orðnar mjög spennandi. Hvernig ferði þetta, Björn? Ég held að Harris taki þetta þegar allt kemur til alls. Já. Hvernig, það bara alveg flókið, sko, að sjá það, en svona vindurinn dálítið í seglinn þar. Þau snéru þessu þetta algjörlega þegar að Biden vék af vettvangi? Ótrúlega hátt, sko, sem betur fyrir gerðu þau það. Það að segja að hann steig til hliðar þá var rauninni Trump ætti að gera það líka. Þetta er pínum vandræðilegt í rauninni að sjá hvernig þessir frambjóðendur þá voru af 350 milljón manna þjóð að þetta voru frambjóðendur til valdamesta embættis jarðarinnar. Ragval. Það var dálítið vandræðilegt að sjá það. Já, það er merkilegt hjá báðum þessum flokkum að þeir hafi komið sér eiginlega í þessa stöðu. Þróunin í repúblikanaflokknum með endemum eftir að Donald Trump stígur þar fram og hvernig hann hefur bara tekið yfir flokkin á mjög stuttum tíma. Og það sama einhvern veginn upp á teiningnum að demókratar hafi í alvörunni verið alvara með það að Joe Biden myndi bjóða sig aftur fram. Þeir hafi ekki gripið fyrir inn í eða þeirra flokkskerfi hafi ekki einhvern veginn virkað í því, en hann fór í svona prófkjör eða forval og það var niðurstaðan allan að þá. Þetta er mjög sérstakt að skipta honum bara út af einhvern veginn svona bara. Það var bara hallabylting í raun og veru? Já, já. Talandi flokka sem að koma sér í þessa stöðu eða aðra, mér langar til að færa talið heim til Íslands. Þú ert þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þið voru að klára flokksráðsfund, flokkurinn að mælast með minna fylgi í könnunum flestra kannunarfyrirtækið allra sem langt undir því sem að ég veit að ykkur líður með og reyndar mun lægra heldur en nokkru sinni hefur mælst í sögu flokksins í 95 ár. Rétt. Hvernig komuð ykkur í þessa aðstöðu? Þetta held ég skýrist af því að ríkisstjórnar flokkarnir hafa verið miðslaðar hendur í ýmsum málum. Það er orðið óljóst í huga almennings, leyfi mér að segja. Það erindi sem að ríkisstjórnarflokkarnir komu sér saman 2017 og svo endurnýjuðu það 2021 og svo einhverju leyti núna í vor. Þessi voruð ákall breytingar á þessu mjög sérkennilega sögulega stjórnarsamstarfi frá hægri til vinstri og inn á miðjuna. Þið eru ekki að þeirra skoðun að það eigi að breyta því. Sem var erindið sem að lagt var upp með 2017. Þetta er held ég stór ástæða að bak við það. Þetta var rætt á flokksráðsfundinum, það voru hreinskiptar umræður og það er svo staða sem að teiknast upp. Svo er því ekki að neita að Sjálfstæðisflokkurinn geldur fyrir það í huga almennings að við erum hér með mjög þráðláta verðbólgu. Hún er að koma niður en hægt þó. Þar af leiðandi hefur Seðlabankinn hækkað stýrivexti mjög svo í 9,25 og það bítur. Það hefur áhrif á heimilin og fólk og fyrirtækin og það er einhvern veginn verið að senda held ég Sjálfstæðisflokknum gulaspjaldið að hann eigi að standa sig mjög betur í þessum efnum. Myndirðu ekki kalla þetta rauðaspjaldið? Það kemur endalegi dómurinn þetta svo í kosningum. En ég bara tek þannig til máls á þessum tímapunkti í stjórnarsamstarfinu. Þá held ég að þessar fylgistölu sem við erum að sjá í skoðanakönnunum eflaust margir sem að
kusu Sjálfstæðisflokkinn síðast en eru óánægðir með þróunina, þá fyrst og fremst kannski í efnahagsmálum, eða skynja að það séu lausatök í ríkisfjármálum sem reyndar eru ekki, eða staðan þar ekki eins slæm og hefur verið máluð dökkum litum á vegginn. En það er þetta umhverfi sem við erum að fást við. Við tökum þetta mjög alvarlega. Talandi gula spjaldið og það var það sem við vorum að ræða á flokksráðsfundinum. Erindið er áfram að ná hér tökum á þessum efnahagsmálum. Þið eruð ekki að draga úr ríkisútgjöldum og þið eruð ekki að slíta stjórnarsamstarfinu og ef þetta eru þeir tveir þættir sem að kjósendur hafa áhyggjur af þá eruð ekki að leggja við hlustir. Við skulum sjá nú aðeins til fyrstilega varðandi ríkisútgjöldin. Hvað er það sem að... Þið voru að tvöfalda listamannalaun, þið eruð að fara að skipta grasið á Laugardalsvelli, það er bara endalaus listi af nýjum útgjöldum. Það eru fullt af verkefnum og það er víða hægt að, og ég segi fyrir mitt leyti, það væri mjög, held ég, tímabært að fara í alvöru naflaskoðun á útgjöldum og þá er ég ekki að tala bara einstakarn flata niðurskurð, kannski einstakar milljónir að tína eitthvað sérstakt til á þess að vera að horfa á heildarsamhengi hlutana. Þá er ég að nefna útgjaldareglu sem ég held að sem er nauðsynlegt að taka upp. Ég hef ekki verið ánægður með seinagang í fjármálaráðuneytinu og fara í endurmat útgjalda að velta fyrir sig hvað erum við að gera hér varðandi skólakerfið eða heilbrigðiskerfið, erum við að nýta peningana alla sem best og það eru þessi hluti sem að skipta gríðarlega miklu máli. Þú segir tímabært, þið eru búin að vera ríkisstjórn í meira en áratug. Já, ég er að segja mína skoðun það sem það að gera og hvert verkefni framöndan er. En talandi ríkisútgjöld og aukningu þeirra á síðastliðnum 5 árum, þá hvernig komu þau útgjöld til? Við erum að tala hér að stærstu hluti er þetta laun, hækkandi launakostnaður og fjölgun ríkisstarfsmanna. Það hefur komið til, já, samneyslan er að aukast. Það er líka hækkun bóta sem hafa þó verið að fylgja launaþróuninni. Það kemur þetta líka til hjá ríkinu verðbólgukostnaður, varðandi aðföng og annað slíkt og það hækkar. Þetta eru hérna stóru tölur varðandi aukningu ríkisútgjalda. Ef menn fara í þetta alveg heiðarlega og skoða þetta og vilja komast í boss í málunum hvað er að eiga sér stað hérna. Þessu frádregnu þá er raunvöxtur útgjalda á mann til dæmis ekkert sérstaklega mikil. En þá þarf að bæta inn í myndina hér hefur orðið gríðarleg fólksfjölgun í landinu undanfarin ár. Það er líka orðið gríðarleg verðmætasköpun og miklu meiri skattheikun en þið bjuggust við og samt er það safnað 20 milljarða í skuldir á ári hverju. Algjörlega rétt. En þetta er stóra myndin og ég segi fyrir mitt leyti og ég held að þingflokkur Sjálfstæðismanna sé alveg einhuga það og forystan. Efnahagsmál og ríkisfjármál eru verkefni þessa vetrar. Björn, við erum hérna með fyrir aftan okkur tölurnar sem að Sjálfstæðisflokkurinn fékk upp úr hattinum hjá Maskínu. Þú myndir væntanlega halda þig fram að þetta sé sönnun þess að draumar geti ræst? Nei, mér finnst það eins og hátala fyrir það. Nei, staða stjórnmálin er mjög áhugaverð, hefur verið það undanfarinn rúman áratugurinn frá því eftir hrunið, þegar það fór aðeins að jafna sig, að stjórnmálin eru keyrt aldrei áfram á persónulegu fylgi. Áður en þessi ríkisstjórn tók við og þá vildi stór hluti, meiri hluti þjóðarinnar sjá Katrínu sem forsætisráðherra, miklu færri heldur en að kusu flokkin hennar. Þannig að það var persónulegt fylgi í rauninni, persónulegt traust sem að gat búið til einhvers konar tiltrú til stjórnmálana, eitthvað slegis. Og það má kannski segja sem slíkt að þó að formaður Sjálfstæðisflokksins monti sig ítrekka af því að það ekki flest atkvæði, að þá er hann líka sá stjórnmálamaður sem að flestir rauninni veita móta atkvæði, ef það væri hægt allavega með skoðanakannir. Þannig að Katrín gerði kannski dálítið svona... Hvað setur það á hina formið flokkana? Þau fá ekki eins mörg mótatkvæði, þó þau fá kannski eins mörg meðatkvæði. Þú ert á að vísa í kannanir vantraust í hans. Já, með 5% sem að vilja sjá hann sem forsætisráðherra og hann er forsætisráðherra, er dálítið vandræðalegt. Og ég meina, með við söguna, þá er hann löngu búinn að kalla eftir því að lyklunum verið skilað. Maður vísar í hans eigin orð bara, með við þá stöðu.
En þessi svona, það áhugavert að sjá að sko fylgi í rauninni við sjálfstæðisflokkinn var, svona kjósendur sjálfstæðisflokksins voru svona honum vilhollari og meðan Katrín var forsætisráðherra heldur en þegar að sjálfstæðisflokkurinn með forsætisráðherra. Hvað telur það það bara persónulegar óvinsældi Bjarna sem valda því að flokkurinn mælist með svona lítið fylgi eða eru aðra skýringar þetta bland? Það alveg aðra skýringar líka. Það ákveðin svona, að því að ég sé ákveðin yfirgangur sem búin að vera í svo mörgum verkefnum á undanförnum árum. Að það einhvern veginn, það ekki hægt að ná neinni sátt í neinu máli nema sjálfstæðisflokkurinn sem með. Að bara að neitar að sko gera nokkuð nema að þeir fá að ráða hvernig lausnin á að vera. Ég taldi nú hér upp mörg mál sem að sjálfstæðismenn telja að þeir hafi þurft að gera samt ekkert í. Klingja þessu? Nei, það ákveðin, sko, við tala alltaf breiðfylkinguna, að það íhaldshópur innan sjálfstæðisflokksins, það frjálslyndur hópur innan sjálfstæðisflokksins, þannig að það togstreita innan sjálfstæðisflokksins líka og við erum kannski að sjá hana grassar alltaf mikið núna og hún hefur svona í þessu stjórnarsamstarfi einangrast í rauninni við íhaldshlutann. Það er að segja að þessi ríkisstjórn í rauninni íhaldsöfl allra þessara flokka sameinuð. Og hinir aðilarnir, sko, frjálslyndi armurinn fær ekki rosalega mikið svigrúm innan þessara ríkisstjórnar, þegar allt kemur alls. Talar rosalega hátt ýmislegt en það er ekkert sem að gerist. Og við erum að sjá, þú veist, húsnæðismálin eru búin að vera vandamál sko síðan 2016-17. Það búið að vera að kalla eftir aðgerðum í húsnæðismálum allt land, ekki bara í Reykjavík eins og sjálfstæðismenn vilja endilega, þú veist, kenna öllu að það sé ekki Reykjavík sem að byggja nægilega mikið íbúðum, að það er að byggja íbúðum allt land. En það er ekki að byggja íbúð þar sem að fólk vil búa? Það er meira þess að stefna stjórnvalda að íbúa hlutfall á milli landshluta breytist ekki. Já, þannig að það stefna stjórnvalda að það gerist ekki. Þó að flestir vilja búa kannski á höfuðborgarsvæðinu, að þá eru stjórnvöld að vinna gegn því. Stjórnvöld geta haft fyrirheit það að vilja færa fólk út á landi en fólk ákveður auðvitað hvar það býr. Sjálfsögðu, en þau eru ekki að framfylgja því sem að þau vilja. Það er ekki að koma og það er ekki að takast. Og það er held ég orðið augljóst eftir svo mörg mála að stinga skýrslum í skúfur, að sko landsréttarmálið, uppreist æðrumálið, Íslandsbankamálið, að það er sífellt verið að reyna að sannfara okkur að þetta sé nú ekki sjálfstæðisflokknum að kenna, þetta sé einhverjum öðrum að kenna. Þetta var bankasýslun að kenna, þetta var, þú veist, ráðuneytisins að kenna, þetta var stofnunum að kenna, þetta var stjórnarandstöður að kenna meira að segja einhverjum undarlegum ástæðum, en aldrei sjálfstæðisflokknum að kenna. Og það er bara komið dálítið. Þeir eru búin að segja sömu svona vísuna það oft og það hættir fólk að trúa henni, skiljanlega. Ég sé að Teitur Björn farin að yða í sæti sínu. Já, ég hef bara mjög gaman að einhverjum bótalengingum hjá ef ykkur finnst þetta ekki augljóst og þá er það ákveðið vandamál. Það er bara gott og vel en hefur bara í sjálfu sér enga merkingu eða ekkert vægi í mínum huga. Sjálfstæðisflokkurinn er ábyrgur flokkur sem að leggur metnað sinn í því að við stjórn landsins sé hann að verða gagni fyrir land og þjóð og þannig er hans saga og þannig eru hans afrek og það er engin ástæða til þess að ætla þvert á móti að það muni eitthvað breytast, það er ennþá verkefnið að vera gagni fyrir land og þjóð. Það gerist ekkert sjálfkrafa. Það má vel vera að sjálfstæðisflokkurinn til forna hafi gert alls konar afrek en það þýðir ekki að núverandi forysta eða sjálfstæðisflokkur sé að ná þeim markmiðum miðað við allar áskoranir. Það góða við þetta er að hver stjórnmálaflokkur sem býður fram til Alþingis, hann þarf að eiga og endurnýja erindi sitt og heit gagnvart kjósendum og leggja verk sín í dóm þeirra á 4 ára fresti. Stundum oftar. Já, og þannig er nú bara takturinn í stjórnmálum og það er ekkert að breytast og allt gott það að blessa. Að þegar komið hér inn á húsnæðismál, setjum þetta aðeins í samhengi, það er búið að byggja alveg gríðarlega mikið á húsnæði. Undanfarna árum, það er búið að byggja alveg gríðarlega mikið. Ekki nóg. En svo ekki nóg. Seðlabankastjóri, hann segir nú nýlega að allir þeir sem að hamri geta valdið, að þeir eru með hamar og eru að byggja. En það dugar ekki, þið eru búin að hleypa tugum þúsunda manna hér inn í landið að þið eruðist í algjörlega stjórnlausu ástandi. Á sama tíma þið hefur haldið á þeim málaflokki. Gríðarleg fólksfjölgun í landinu og ofan í það er á þessum misserum 1% þjóðarinnar sem þurft að finna sér nýtt heimili
allt þetta hefur áhrif og augljóslega að sjást í að það spenna á húsnæðismarkaði. Það hinn stærsti undirliggjandi þáttur að drífa verðbólguna áfram. Án húsnæðisliðarins væri verðbólgan komin í þetta 3,5% eða svo og sem væri þá í takt við önnur nágrannaríki okkar. Þannig að þetta sannarlega áskorun og það þetta hægt að tína ýmislegt til. Það lóðaskortur á höfuðborgarsvæðinu þáttur. Það aukinn kostnaður því tengdu hjá sveitarfélögunum sem var ekki áður, þannig að lóð orðin mun dýrari en hún var áður. Það kannski óháð því hvort það á þéttingarreit eða að brjóta nýtt lat undir. Það aukinn kostnaður vegna meiri kröfu sem gerðar til mannvirkja aðgengi í byggingarreglugerð. Þið hefur ekki einfalda byggingarreglugerðina eins og þið talið endalaust Óli Björn Kárason segir í hlaðvarpsþætti í liðinni viku, já, okkur ekki tekist að einfalda byggingarreglugerðina. Okkur í ósköpunum ekki. Ég held að við aldrei haldið því fram og okkur hafi tekist að leysa öll þau verkefni sem við viljum leysa. Nei, þú nefnir þetta sem dæmi og þið með stjórn landsins í ykkar höndum. Alveg klárt mál. Og þarna verk að vinna og við sjáum það bara á þessum stórum tölum tölur í byggingageirunum. Hver fólksfjölgunin hefur verið hér, sem að ég tel reyndar hafi verið allt of mikil og það ekkert samfélag sem stendur undir svona óbóðslegri fólksfjölgun ár eftir ár eftir ár. En það á ykkar ábyrgð og það ykkar ráðherrar í dómsmálaráðuneytinu sem að opnuðu fyrir allar mannfjölda frá Venesúela, Úkraínu í bland við önnur mál. Þetta allt á ykkar ábyrgð. Þetta ekki það fólk. Nú þarf að gæta sín að hvað við erum nákvæmlega að ræðum. Við erum annars vegar við getum hort á útlendingamál í 3 hlutum. Það annars vegar EES og samkvæmt grundvelli EES. Fólk sem fær og hefur rétt til þess að koma hingað. Svo það fólk sem fær hér dvalar- og atvinnuleyfi utan EES og svo ertu með sérstakt kerfi, alþjóða hælisleitenda kerfið sem þá einhvers hluti af þessum tölum. En það sem þið hafið opnað fyrir allar flóðgáttir? Það ykkar ráðherrar sem hafa gert það? Nei, það sem var tekin sérstök ákvörðun var bregðast við aðstoð sem fólk í Úkraínu í og í Venesúela og fjölda hjálpa aðstoð. Nei, það var ekkert slík ákvörðun tekin fólk frá Venesúela. Það var gert. Nei, það var innan. Annars hafðu ekki fengið þessa tegunda vernd. Já, það sem gerist í því að í útlendingalögunum frá 2016 var málum þannig komið fyrir að það væri í höndum Útlendingastofnunar að taka ákvörðun hvort að fólk nyti hér verndar eða ekki. Fengi fólk nei eða var synjað, þá var því kæralega ákvörðunin til kærunefndar útlendingamála sem sjálfstæð úrskurðarstofnun. Af þessu leiðir að það ekki inngrip ráðherra eða ákvörðun ráðherra sem ræður því hvaða stöðu fólk hefur fengið til að mynda frá Venesúela. Það staðan. Það kærunefnd sem á ykkar ábyrgð, skipað af ykkar? Hún á ábyrgð stjórnvalda, hún á ábyrgð löggjafans af því það starfað innan ramma lagana. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þó verið að benda á þennan veikleika og hefur svona fyrst sinn fengið ekki mikil viðbrögð annarra flokka á þingi hvað sem þeir voru með honum í stjórn eða ekki eða væri í stjórnarandstöðu. Fyrr en nú undanfarin misseri að í tvígang í fyrra og núna í vor hefur Alþingi gert breytingar á útlendingalöggjöfinni sem að við erum þegar að sjá töluvert umskipti í þessum málaflokki. Umsóknum að fækka. Það úrræði stjórnvalda til þess að framfylgja lögunum, brottvísa þeim sem ekki hafa heimild til þess að dvelja og fleira í þessum dúr. Björn, stóra spurningin sem að margir velta fyrir sér hvort að þetta stjórnarsamstarf lifi, það verður skipt eða settur formaður, kjörinn formaður yfir VG núna á haustdögum. Sjálfstæðisflokkurinn reyndar ekki með sinn landsfund í febrúar en margir spá því að Bjarni sé á förum. Heldur að við munum fá kosningar einfaldlega haustið 2015? 2025? 2015? Já, líka þá. Drífum okkur því, ekkert mál. Nei, ég held að þetta spilist nokkurn veginn svona út af, svona bara mín ágiskun, að það kemur nýr formaður Vinstri grænna.
hann þarf einhvern veginn að svona marka sér svona olnbogarými. Þetta ekki, hans ríkisstjórn, hann bara að klára verkefnið, leggja væntanlega til að kjósa í vor. Bjarni verður, segir ekkert rosalega mikið fyrir hann tekur sjálfur ákvörðun hvort það hann ætla að halda áfram eða ekki, sem verður líklega bara það verður ekki nýjársávarpinu eða eitthvað því líkt, klassískt séð. Og svo sem sagt kosinn formaður, nýr formaður Sjálfstæðisflokksins þá í febrúar. Sá formaður hefur engan áhuga á að hans ríkisstjórn og lifa einhvern veginn yfir sumarið í háskostningar tilgangslaust og það bara mjög fínt að endurstilla kosningaryþmann inn á vorið aftur. Það er ekki hárrétt mat hjá honum? Það allir ráðherrarnir hjá ykkur farnir að bjóða konur í formannsframboð þó að formaðurinn sé ekki búinn að tjá sig endanlega það hvort hann ætla að hætta. Það er þetta að segja stöðuna framundan og hvað gerist á næsta ári að það getur ímyndilegt gerst. Og það er eiginlega ótvífabært að eitthvað að úttala sig flest þau atriði sem hér hafa verið nefnd. Ég hef engan áhuga á að gerast einhver svona álitsgjafi aðra stjórnmálaflokka og hvernig þeirra innra starf eða sálatettur. Hefur þú trú á því að ríkisstjórnin lifi það af að Svandís Svavarsdóttir taki við sem formaður VG? Ég hef trú á því að ríkisstjórnin muni klára þetta kjörtímabil það er allir sammála verkefnið sem ég var meðal annars að koma hérna inn á áðan og laupast ekki frá verkjum og trú á verkefninum að verða land og þjóð að gagni. Það er ekki allir sammála það, Teitur Björn. Við sjáum það bara í öllum grundvallar atriðum, flokkarnir eru farnir að álita gegn hver öðrum. Já, sko heldur betur og það er nú reyndar ekki nýtt á nálinni að þessir þrír flokkar sé að takast á og það er verið þá að takast á leiðir. Ég held að stóru mikilvægu markmiðin sem ég kom hérna inn á áðan í efnahagsmálum, ríkisfjármálum, við tókum hérna fyrir húsnæðismálin, það er þá fleira sem hangir líka á spýtunni. Þetta eru flokkarnir sammála samkvæmt í uppleggið sem er lögð á stað með 2021 og fóru aftur yfir í vor. Þannig að það sem eina sem liggur fyrir óvissu framtíðarinnar er að það verður kosið á næsta ári. Ekki fyrir alþingiskosningu. Er það samt? Ég meina að Sjálfstæðisflokkurinn segir það, þetta tímalaust eru stóru málin þarna í húsnæðismálum og efnahagsmálum í sem sagt auknum álögum á fólk vegna vaxta og verðbólgu á lán og leigu. Stóru málin, aðkallinda málin eru þar. En ríkisstjórnin er að demba á okkur annars konar drama eins og samgönguáætluninni eða lagareldismálinu og hvalamálinu, ég veit ekki hver sem er. Nauðsynleg verkefni sem þarf að fara í. Já, en það er svo mikið drama sem kemur frá ríkisstjórnin út af því. Í staðan fyrir að leggja fram einhverja tillögu sem að þá öll ríkisstjórnin er með, að þá er ekkert rífrildi innan ríkisstjórnarnir þessi mál. Þannig að maður veit ekkert hvað er að gerast og getur hann tekið bara popp og korn og bara popp og kók og Þú vilt ekki leggja mat á stöðu eða dramatík annarra flokka. Heldur að Bjarni Benediktsson haldi áfram eða ekki? Ég tek hann bara á orðinu sem hann sagði á flokksráðsfundi. Hann eftir þennan tíma sem formaður, þennan tíma í stjórnmálum, þá lofaði hann því að hann myndi tilkynna hvað hann hyggst gera fyrir seinna eins og ég skildi hann, eða að minnst kosti í tíma. Myndur þú treysta til að fara með hann sem formann inn í næstu kosningar með þessar fylgistölur og svona allan þann storm sem í kringum flokkinn og sérstaklega hans embættisfærslu? Ég tvímælalaust, ég hef stutt hann alla tíð sem formann því ég tel að hann hafi þann eiginleika sem stjórnmálamaður að skilja hvert verkefni skilja hvað Sjálfstæðisflokkurinn getur áorkað miklu á grunni sína stefnu og hann hefur að leiðarljósi að vera landi sínu og þjóð að gagni. En stjórnmálaleiðtogar þurfa líka að fiska bara eins og sjóvararnir fyrir vestan. Já, og það er auðvitað að þeirra sá sem er valinn formaður Sjálfstæðisflokksins, hann verður líka að bera þá ábyrgð að vega þá og meta það sjálfur. Hann verður sjálfur að geta tekið þá ákvörðun hvað er best að gera
það ekki aðrir sem munu taka þessa ákvörðun fyrir hann. Já, það eru þetta flokksmenn og landsfundarfulltrúar sem að gera það að lokum, er það ekki? Jú, ég var að tala það hvort hann hygðist bjóða sig fram að nýju eða ekki. Já. En auðvitað það svo landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem velur forystuna hverju sinni. Eitt atriði varðandi ríkisstjórnina, það er einn ráðherra sem hefur átt mjög óþægt sumar, kannski að einhverju leyti okkur mókafólki að kenna þar. Það er Ásmundur Einar Daðason. Nýjustu fréttir í Morgunblaðinu í gær það að það bólar ekkert á aðgerðum þrátt fyrir útbreitt ólæsi drengja og stúlkna við lok grunnskólagöngu eftir 10 ára nám. Hvernig getur þetta kerfi verið í slíkri klessu sem við horfum upp á núna? Rosalega góð spurning. Við horfum upp á það svona við lok síðasta kjörtímabils að það voru samþykkt hérna þessi farsældarlög sem að í rauninni voru unnin í ákveðnum þingmannahóp en einhvern veginn slettust vel upp á ráðherra framsóknar í það skipti þrátt fyrir að þetta hefur verið algjörlega þverpólitísk vinna og mjög góð vinna. Í kjölfarið á því... Hún er nú ekki betur en svo að... Nei, einmitt, og í kjölfarið á því að þá fyrir við að spyrja, það vantar fjármagn til þess að gera það sem að þingi var að samþykkja. Er svarið að það vanti peningin í kerfi? Sko, það er búið að vera hérna endurmat á svona útgjöldum og ýmislegt svoleiðis. Er þetta ekki endalausasta og lélegasta svar sem stjórnmálamenn geta veitt að það vanti bara peningin í kerfi? Ég er ekki búin að klára að svara þessu. Ég er í fjárlaganefnd og ég er að horfa upp á þessi... Ég er bara ágjörði hver svarið verður. Þá hefur rangt fyrir þér. Ég ætla að reyna að sanna það fyrir þér. Það er ekki fyrsta sinn. Það eru 2-3 verkefni í gangi endurmat útgjalda og við erum búin að vera lengi. Og við erum búin að vera svona að kalla þess eftir því inn í fjárlaganefnd, svona ok, hver eru niðurstöðunar? Og við fáum þær ekki. Og ég held ástæðan fyrir því sé einfallega svo að það er ekki nægilegt í rauninni það fjármagn sem er til er algjörlega fullnýtt og það eru samt biðlistar og ýmislegt svoleiðis. En er það rétt nýtt? Það er síðan alltaf önnur spurning og nú er þetta stjórnvöld hafa ekki getað svara því. Þau finna ekki, þau segja þetta sífellt. Við verðum að finna betri notkun á opinberu fé, segja þetta alltaf, það gerist aldrei. Það er held ég að þau finna það ekki. Menntamálaráðherra áttu að láta ykkur hafa skýrslu 2022 stöðu skólana. Þingið í algjöru myrkri stöðu grunnskólans allt frá árinu 2016. Hvernig getið þið látið þetta yfir ykkur ganga? Við fengum rosalega gott dæmi þetta varðandi fangelsismálin núna fyrir síðustu áramót. Að þar kom neyðaróp í rauninni úr fangelsum að þurfti að loka Sogni, ýmislegt svoleiðis til þess að bara geta dekkað svona fjárheimildirnar. Og þá spyr ég í fjárlaganefnd, erum við að ná að uppfylla þau lög sem að Alþingi setti? Og fangelsismálastjóri svarar einfaldlega nei. Og ég spyr, af hverju, við erum að fá fjárheimild sem að þið segið það sé nægilega mikil rauninni til þess að dekka lögbundin verkefni. Og þau segja nei. Og þá spyr ég á móti, alltaf leið, getum við fengið mat það hvað það myndi kosta mati fangelsismálastofnunar að uppfylla þau lög sem hafa verið sett. Og það munaði 300 milljón krónum og aðalega til þess að fylla í stöðugildi. Af því að það vantar fólk til þess að sinna vöktum þegar verið til dæmis í heimsóknartímum og ýmislegt svoleiðis. Þannig að það er ekki... Þetta er ekki að ræða tæknilegar útfærslunni í fangelsismálakerfinu, það er annað kerfi. Þetta er sama einkenni í öllum málaflokkum sem við skoðum. En þið erum með löggjafarvaldið, þið hafið fjárveitingavaldið í gegnum þingið. Hvernig geta ráðherrar komist upp með það, ár eftir ár, að skila ekki upplýsingum sem að lögum skylt til þingsins? Þið sitið bara og hallið ykkur aftur, það er ekki fyrir mokkinn, gerir allt vitlaust að þetta kemur upp á yfirborðið. Já, nei, þetta er alvarleg brot á lög. Og hvað á að gera í því? Ég meina þarna hefur ráðherranum augljóslega bara verið mjög mislagar hendur og maður ætlast til þess að hann bæti þó minnst úr eða af einhverjar skýringar. Taka það fram, við verum að ræða stöðu grunnskólans. Það voru löngu tímabær umræða af því að ég held að þetta snúist ekki endilega að honum vanti meira fé eða það er þessi skólabygging eða eitthvað annað. Það er kerfislæg vandi sem við þurfum að geta tekist á Einhverju leyti er þetta mjög fræðileg umræða sem er mjög merkilegt að sjá og fagna mjög
fræða fólk að stíga inn í umræðuna og takast á það, hvernig náum við fram réttu hvötum til þess að búa til góðan grunnskóla. Það þá verkefni hér. Ég bara mjög sammála því að við hljótum að þurfa samræmda mælingu og grundvelli samræmda prófa. Bara til þess að við sjáum stöðu einstakra skóla, hver árangurinn. Ég held að nemendur eiga rétt á því, ég held að foreldrar eiga rétt á því. En valdaversta fólkið í kerfinu er að mótið þessu og það er meira mótið í að þessar upplýsingar séu birtar, þannig að fólk á bara að vera í myrkri þetta. Já, það er óbálegt að mínu mati. Þannig að ég held að það sem hafi gerst hjá ráðherrunum og ef maður reynir að ímynda sér hvernig koma sér í þessa stöðu. Björn nefndir hérna velsældarlögin. Farsældarlögin og ráðherrann fer inn í ráðuneytið með mikla áherslu á þessi atriði. Þetta gríðarlega metnaðarfull löggjöf. Þetta verður gríðarlega mikið starf og verkefni að binda saman alla þessa aðila sem þarna eiga að koma málum farsæld barna og hlúa þeim. En þurfa menn ekki bara að byrja því að kenna þeim að lesa? Gott og vel. Þarna held ég að fókus ráðherrans hefur verið, en ekki þá bara grunnskóli sem slíkur og allir aðrir sem venjulegi nemandi eða svo má segja, af því að það verður að horfa á aðra hópa sem að þurfa á aðstoð eða hjálpa að halda. Ok, gefum okkur þetta, þá þetta verkefni sem blasir við. Ég held að það sé ótækt svo kom svo líka fram, að það lægi ekkert fyrir neitt endurmat fyrir eftir 2 eða 3 ár sko, og ekkert endilega ljóst hvernig það myndi vera úr garði gert. Þannig að það held ég liggi fyrir mjög svona þokkalega skýr pólitískur vilji bara held ég allra flokka að ná þá tökum á þessu ástandi, það fara inn í þetta kerfislægu atriði. Við viljum að skólastjórnendur, kennarar geti borið sig saman við hvernig best, hvaða skólar standa sig best, hvaða skólar þurfa að svona hysja upp þessum buxurnar og vera í þessum samræmdum mælikvörðum. Þannig að augljóslega það voru mistök að afleggja af samræmdaprófin sínum tíma, án þess að nokkuð annað betra kerfið ætlaði að taka við. Það er staðan. Sko, ég get fjallað þetta aðeins nánar. Sko. Ég var að vinna í Menntamálastofnun áður en ég fór í stjórnmálin. Ég ekki viss að ég að tala hátt um það. Ég get alveg talað hátt um það því að stofnunin var lögð niður vegna sem hún var rúst. Það var alveg ástæða fyrir því að vissu leyti. Vandinn sem vorum að glíma við þar, að það átti að taka upp ákveðið námsmat og það átti að sem sagt, veita skólum svona leiðbeiningu, ráðuneyti bara ákveðin ábyrgð á þessu fræðis. Og í 6 ár gerðist ekki neitt. Ekki neitt. Skólanir æftu á hjálp. Af hverju gerðist ekki neitt? Af því að við erum með bara... Voruð þið ekki öll á fullum launum þarna í stofnuninni? Umboðsmaður var að skila skýrslu núna fyrir árið 2003. Hún er mjög skýr það að ráðuneytin í rauninni láta stofnanir oft mjög afskiptalausar. Hún tekur nokkuð dæmi það hvað getur gerst í því. Þetta er eitt af því sem getur gerst. Þegar skólanir kalla eftir... Stofnunin uppfull af einhverju sérfræðingum, satt fólk það bara í 6 ár og gerði ekki neitt? Já. Þegar skólanir kölluðu eftir aðstoð, þá fengu þeir enga aðstoð. Kölluðu eftir aðstoð í 6 ár, fengu ekki aðstoð. Og þá þurftu ég á bara síðustu metrónum, þegar þetta fara að innleiða þarna ABC-kerfið og svo framvegis, þá þurftu bara að koma ríkis útfærslan af því. Og þá kunnu í rauninni kennarinnir og skólanir ekkert hvernig átt að nota það kerfi. Það lenti í alls konar flækindum fram og tilbaka, það sjálfsögðu, því þessu bara tróðuðu þau. Þannig hefur stjórnsýslan verið á undanförnum allt og mörgum árum. Þetta er stórt og mjög mikilvægt mál að ná tökum á grunnskólanum. Við þurfum þá að velta við öllum steinum. Við getum þá velti fyrir okkur hver ber rauninni ábyrgðina á grunnskólanum. Þeir eru hjá sveitarfélögunum, en það er ríki sem ber ábyrgð á námskráni og hefur verið að innleiða nýja námskrá sem er að horfa á hæfni, ekkert endilega tiltekna færni. En hvernig er þá staðan? Ég hef maður fylgist með sveitarstjórnar kosningum, ég hef hvergi séð nokkuð framboði til sveitarstjórnar lýsaði yfir að í þessu sveitarfélagi hér eigi að vera besti grunnskóli landsins. Það hefur verið vanta tiltrú sveitarstjórnarmanna á því að
þeir hafi tæki og tól í höndunum til þess að gera sinn skóla í sínu sveitafélagi að besta grunnskóla landsins. Sveitafélagin sjá greiða laun og að sinna húsnæðinu og rekstur þess og sveitafélag séu ekki að gera það mjög vel, hér sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, þá Reykjavíkurborg sérstaklega. Ríkið svo með aðalnámskrána og það virðist vera eitthvað skortur á einhverju talsambandi milli. Hver ber ábyrgð á gæðastarfi innan skólans? Hver ber ábyrgð á því að allir sem fara í grunnskóla í 10 ár komi út úr honum læsir, geti lesið sér til gagns? Sveitastjórnir hafa tæki til þess að setja upp mælikvarða á skólastjórnendur og fylgja, við að ná nægilega góðum árangri og reyna að bera það saman eftir þessi mælikvarðar eru til staðar. En þetta hefur einhvern veginn legið niðri og þessari stöðu allir þarf að bregðast. Það ljóst að sveitastjórnar þurfa að bregðast við og þið þurfið ríki og sveitafélög. Já, það verður að kenna þeim Nei, ég ætla að draga það fram að það þýðir ekki bara að benda fingur á einn tiltekinn. Það ríkið, það Alþingi sem að samþykkir það að þetta sé stefnan. Hún á að sveitafélögin fá það verkefni, gjöra svo vel, svo þeim ekki veitt nein aðstoð til þess að fara í það breytingar. Ekkert fjármagn til þess að vinna upp sérþekkingu. Ekki ágætt að menn að gera hlutina sjálfir, þegar ríkisstofnanir sitja 6 ár og gera ekki neitt? Það var hugmyndafræðin, en þegar að það allir fastir í því bara, þeir eru í 100% starfi að sinna kennslu og nemendum. Ég var að koma úr bekk í morgunna sem að kennarinn núna með 26 nemendur, einn. Það ekki sjálfbært. Það annað atriði sem að tína hér til. Það fullt atriði sem að tína til, en það ríkisvaldið sem að setja þessa stefnu gera sveitafélögunum upp það að framkvæma þá stefnu og sveitafélögin spyrja, hvað áttu við? Því að þetta pínu óljóst. Þetta svona háleit markmið og svoleiðis fram og tilbaka. Það skilur enginn Nei, það svona spyrja sveitafélögin, spyrja skólanir, hvernig eiga að gera þetta og svöruna á öðru móti þið eru að finna út í því sjálf og þau get ekki fundið út úr því sjálf og þau hafa ekkert svigrúm til þess. Og þar læstist málið allavega í þessi 6 ár sem ég horfði á þetta. Af þessu samtali verði reyndar að viðurkenna ég óttast að við séum mjög fjarri því að ná tökum á þessu málaflokki. Það er vonandi að það gangi og þið leggir ykkur að mörgum í því. Ég held að það sé hægt að leggja niður það tækja tól sem þarf til þess að skólar fyrsta lagi byrja að vita hvar þeir standa. Eru þeir að uppfylla þær kröfur sem að löggjafinn hefur sett og stjórnvöld með aðalnámskrá en fyrst og fremst snýst þetta þetta, við að ná árangri eða börnin koma eins vel undirbúin í það sem tekur við eftir grunnskóla og hægt Þar þarf mikið að breytast. Ég ætla að fara miklu fleiri mál hérna með ykkur, þeir eru bara langorðir og ykkur liggur mikið á hjarta heyri ég eftir langt og gott sumafrí sem að þingmenn njóta umfram aðra í samfélaginu. Gott að sjá ykkur hér báða tvo, Björn Leví Gunnarsson og Teitur Björn Einarsson. Takk fyrir. Við erum hins vegar ekki alveg búin hér á vettvangi spursmála eftir örstutt auglýsingahlé, þá fáum við hingað til okkar þá Grím Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar og Tryggva Hjaltason úr Vestmannaeyjum sem hefur miklar skoðanir á skólakerfinu og ekki síst veikri stöðu drengja þar. Fylgist þið endilega með. Ný kynslóð Toyota CHR. Hver lína skiptir máli. Toyota, förum lengra. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Bónusréttur mánaðarins gómsættur spagetti bolognese einstaklingsréttur. Bónus með þér í liði. EQE SUV nær 9 hæðum með rafmögnuðum lúxus og alltaf 550 km drægni. Askja, Krókhálsi. Það ekki ofsögum sagt að það hafi borist alvarlegar og vondar fréttir til okkar síðustu daga og vikur af stöðu ungmenna á Íslandi. Þegar fréttin náðu hápunkti í morði sem var framið í miðbænum þar sem drengur beitti hníf gegn öðrum ungmennum. Það virðist vera eins og að eitthvað einkennilegt sé að gerast í íslensku samfélagi. Börnunum okkar líður ekki nægilega vel. Þau ná mörg hver ekki að lesa sér til gagns og stjórnvöld virðast vera ráðþrota í menntakerfinu, inn í heilbrigðiskerfinu og víðar. Við ætlum að ræða þetta
með þessa stöðu hér út frá ýmsum vinklum, næsta hálftíman eða svo, við Grímur Atlason sem framkvæmdastjóri Geðhjálpar og Tryggvi Hjaltason sem formaður hugverkaráðs og frægur fyrir góða skýrslu sem hann ritaði fyrir háskólaráðherra stöðu drengja í íslenska menntakerfinu. Velkomnir, báðu tveir. Takk. Fyrir. Grímur, ég nippi þig hérna auðvitað vegna þessa mikilvæga hlutverk sem þú gegnir á vettvangi samtakana Geðhjálpar en líka út af færslu sem þú settir inn á samfélagsmiðla í kjölfar þess að þessi umræða var mjög hávær út af þessum atburðum í miðbænum sem ég myndist á. Hægt að draga upp einhverja skýra mynd af því hvað að gerast? Höfum við ljósa mynd af því af hverju börnunum líður verr og af hverju þetta ofbeldi að aukast eins og við sjáum? Það kannski, þetta nú mjög stór spurning, en það kannski mergurinn málsins að samfélagið einhvern veginn þannig sett saman að þegar eitthvað gerist, þá bregðustu við, þá segjum við, heyrðu, nú skulum við kalla saman okkar besta fólk til þess að bara taka hnífa úr umferð. En spurningin sem þú varst að spyrja spurningin sem á að vera að spyrja. Hvers vegna þetta svona? Og það verður ekki gert með einu svari og einni leið og einni lausn. Það lagast ekki með því að taka hnífana börnum? Nei, þó að það muni auðvitað, dregur örugglega, það muni örugglega gera eitthvað, það auðvitað, hnífar ekkert sérstaklega góðir hlutir. Við getum alveg sagt líka samfélagsmiðlar eða snjallsímar heldur ekkert góðir hlutir. Það sem að kannski þetta löng þróun og hefur verið að, ekki bara hér, en hérna við skulum bara tala Ísland. Við erum að tala áratuga þróun mála, hvert við förum, hvert verðmætamatið, hvað við setjum í efsta sæti, hvað við setjum í annað sæti, hvað við setjum í þriðja sæti og geðheilbrigðismál og velferðarmál, svona heildstætt, hafa dálítið verið fyrir neðan, þegar við tölum innviði, fyrir neðan brýr, fyrir neðan jarðgöng, fyrir neðan bankasölur, fyrir neðan þetta. Og þá ekkert að gera lítið úr því öllu saman. Það allt saman, þetta allt mikilvægt. Þetta snýst forgangsröðun. Já, og svo erum við ekki góð að horfa á gögn og svona vísbendingar sem hafa verið að, og við erum kannski það sem ég var að gera. Ég var að segja að þetta ekki, við getum ekki bara tekið núna eitthvað svona kast og ætla að vera rosalega dugleg í viku. Það engin lausn, það bara gamla góða leiðin þegar við vorum á sjónum hérna, nú bara ræs og allir út á dekk í 26 tíma og engin vökulu og ekkert og við bara förum í þetta og klárum þetta. Þetta ekki átaksverkefni eins og stjórnvöldur að boða? Nei, þetta ekki átaksverkefni. Þetta langtíma verkefni, vissulega til skamstíma, til langstíma og allt þetta, það að brjóta þetta niður, en við þurfum að skoða þetta. Við þurfum að skoða hvaða tölur liggja á borðinu, hvaða gögn á borðinu og hvað þau sýna okkur. Og það eru margir vísar. Geðhjálp hefur bent á þetta í rauninni svo árum skipti og fleiri. Sjáuð þetta hérna. Sjáuð þið líðan barna. Það verið að mæla þetta. Sjáuð þið lyfjanótkun. Það verið að mæla þetta. Sjáuð þið samanburðinn við önnur lönd. Gögnin eru til og þau segja eina sögu. Þau segja nefnilega eina sögu. Þau segja svona hérna þessa hnignun. Síðan komum við að úrræðum og annað. Þau getum tekið hópana sem að kannski hvað verst standa, þeir sem að þurfa mikla aðstoð. Og hún því miður, við erum ráðþrota þar líka og það auðvitað mjög slæmt. En það sem við getum, kannski það sem við erum að reyna að segja líka að fara aðeins ofar. Fara ofar í ána, að við séum, við þurfum að hjálpa þeim sem að verst standa. En það auðvitað ekki gott þegar trendið bara hjá öllum svona þetta hérna bara hæg, bara við erum bara að fara niður hérna og við erum bara, þegar þú spyrð stjórnmálamenn hvað eru efst á baugi í vetur og þinginu, þá nefnir engin geðheilbrigðismál. Það gæti nú breyst núna. Já, en þetta bara, það bara, við þurfum að ná þessu og þá bara verið í fyrsta seti, bara börn og velferð, hvers vegna akkur gengur börnum svona illa í skóla, akkur gengur drengjum svona illa í skóla, akkur líður stúlkum svona illa í skóla, hvað það? Ég ætla að fara að sé þessar tölur betur eftir, ég ætla að varpa eiginlega sömu spurningu til þín, Tryggvi. Þú hefur skoðað þetta úr annarri átt, út frá námsgetu og annað og þú nú margra barna faðir út í Vestmannaeyjum, þekkir auðvitað kerfin út frá þeirri reynslu. Hvað sýnist þér í þessu? Hvað það sem veldur því að þessi mynd að dragast hér upp þar sem að börn ekki óhult í bænum, alla tölur sína að ofbeldi eykst og einhvern veginn harkan í lífsleiknum orðin víða óbærileg?
Já, ég hjartalega sammála Grími að þetta náttúrulega flókin mynd, en núna dvaldi ég til dæmis lengi yfir og mikið af góðum mælingum sem til á Íslandi stöðu barna, til dæmis íslenska æskulýðsrannsóknin og skólapúlsinn og svo þetta talnabrunnur landlæknis og fleiri og það kom mér einmitt óvart þegar maður fór að heildstætt taka þetta saman, hvað að verða mikil og hröð breyting á íslensku samfélagi bara á fjölda sviða. Og ég held að sé svo margt sem kemur inn í þetta. Ef við tökum stelpurnar sem dæmi, þá eins og Grímur segir, það alveg bara hrun í líðan stúlkna. Ég held að séu tvær mjög stóra breytur þar og þegar ég spurði þetta í þessari umfangsmiklu rannsókn með drengina, yfir 100 viðtölum, þá spurði maður foreldra og kennara líka út í þetta, af því að þetta var svo áberandi. Og það var alltaf tvær breytur teknar upp þar, til dæmis, og önnur þeirra var COVID, sem að líðan stúlkna ekki bara í Íslandi í fleiri löndum virðist hafa fallið talsvert mikið og eina af ástæðunum fyrir því virðist vera að stúlkuna fóru að vera miklu meira á samfélagsmiðlum sem hefur mjög skaðandi áhrif á sjálfsmynd þeirra og kvíða og samanburðar, hagkerfi og allt þetta. Strákanir eru svona kannski, allan þykir mér aðeins flóknara landslag og þar eru breytur eins og svefnin þeirra að stórminnka og skerðast og þeir eru í þessum mælingu til dæmis upp til hópa bara vel rúmlega þriðjungur segast vera nánast alltaf þreyttir í sínu skólastarfi og lífi. Það náttúrulega mikil aukning á klámnotkun og tölvuleikjaspilun og svo líka mikil aukning virðist vera á stressi á heimilum og svona samskiptum við foreldra og svo þessi breyta sem að við lyftum svolítið hátt í drengjaskýrslunni þegar kemur að menntuninni sem ég held að sé stærri en kannski flestir myndu vilja viðurkenna sem bara þessi tungumála grunnur. Að íslensk börn öll eru að meðaltali bara detta mjög hratt niður í sínu tungumálagetu, drengirnir sérstaklega með þessari rosalegu niðurstöðu núna að helmingur er að útskrifast úr grunnskólans að geta lesið sér til gagns og þriðjungur stúlkna, þetta orðið þriðjungur hjá þeim líka. Það eru yfir 2000 börn á Íslandi á biðlistum eftir talmeinafræðingum, tölur þar sem að mér tókst að fá sína það er yfirleitt 2-3 til 3-4 drengir. Þegar maður tala svo við kennarana og spyr þá, til dæmis í framhaldsskólum, íslenski drengir eiga Evrópumet í brottfallu framhaldsskólum og Evrópumet í þessari NEET-hópum, No Education, Employment or Training, sem eru ekki skráðir í neitt. Af hverju er þetta svona? Þá segja kennararnir mjög oft. Þeir eru komnir hérna upp úr unglingsaldrinum, eiga bara erfitt með að tjá sig, það er augljóst að þeir eru líka erfitt með að skilja bara kennarana og námsefnið og þetta er rosalegt högg í þeirra sjálfsmynd og þeir átta sig á kringu framhaldsskólaaldurinn á ég eitthvað erindi lengra inn í menntun þegar ég er að ströggla svona bara með að tjá mig. Þannig að ég held að þetta alveg sé líka rosalega stór breyta en þær eru fleiri, ekki spurning. En kannski það sem er að koma saman núna í hennan fullkomna storm núna er að þetta er svo margt á svo mörgum vígstöðum og gerast á svo stuttum tíma. Svo ég spurði bara hreint út, Grímur, ég ætla bara að varpa þessu hérna í fangjaðir. Er bara allt í klessu? Já, þessar lýsingar hér það sem að Tryggvi benti hérna til þess á COVID það var lág fyrir í mars þegar COVID kemur hérna og við förum að tala um COVID þetta var hlegið að þessu svona svolítið bara menn var að gera grína þessu í febrúar en í mars þá er hér lokað fyrst og rétt áður en það gerist að þá sendir WHO maður getur haft ýmsar skoðanir á WHO og allt það en WHO sagði aðgerðirnar sem verður gripið til í þessum faraldri. Þær munu bitna á geðheilsu barna og alls almennings. Og þetta lá fyrir og við byrjuðum að skrifa þetta strax. Við skrifuðum langa greinagerð til bara þegar þetta var að byrja að við þyrftum að huga þessu þarna. Af því að þetta myndi hafa áhrif. Voru foreldrar upplýstir þetta? Var fólk meðvitað um þetta? Lyftu stjórnvöld litla fingri til þess að reyna það kemur seinna en meðvitundin, við erum bara eftir á, við erum viðbragðsfólk og við erum svo lítinn tíma til að stúdera svona. En þessi aðgerð, þessi mikla aðgerð, börn komast ekki í skóla, börn voru ein, börn fóru ekki á böll, börn fengi ekki að, kynnast, vera skotin og allt þetta sem við þekkjum, við erum búin að tala um. Að þetta hafði mikil áhrif eins og tölurnar, líðan barna, við skoðum í púlsinum að stúlkur árið 2018, 41% þeirra í 10. bekk ánað með lífsitt og svo hinn spurningin, ertu hamingjusum? 41%, sem er alveg samt allt og lítið. 2022,
28% og 27%. Þú veist, þetta er staðan. Svo skoðum við lyfjamálin, sko 8,1% barna á aldrinum með stúlkna á aldrinum 6 til 17 ára taka þunglyndislyf. Og ef við skoðum, sko, þetta því miður í landlækni þá þetta tekið svona saman. Í Norðurlandatölunum þetta 0 til 14 ára og þá talan 3,7% fyrir Ísland sem segir okkur að táningsstúlkur á Íslandi, við erum að tala bara, þú veist, þetta 2 stafa tala, ég veit bara ekki hversu há hún fer. Þú veist, svo þegar þú ert orðið 19 ára til 44 ára þá talan orðin tæp 30% af konum sem tekur þunglyndislyf. Og þetta segir okkur, þetta eru vísbendingar það að við erum bara á vondri leið og þetta eru vísbendingar eins og þú sagðir, þessar tölur þarna sína, COVID hafði mjög afgerandi þátt, svo getum við líka séð, líðan barna var 81% sem sögðu bara ég ánað með andleg heilsa góð eða mjög góð 2014, núna þetta 59%, það eru líka, svo setjum að samfélagsmiðlarna inn og TikTokið sem kom inn í kringum 2019, svo sterkt, það hefur mjög mikil áhrif á að það er boðslegu fíknivaldur. Förum aðeins yfir þessa bölvuðu samfélagsmiðla, ég leyfi mér að segja, maður er sjálfur hálf undirorpið þessu líka á eftir, en mér langar til að ítreka spurningunum með hvað var gert til þess að bregðast við þessu á meðan að þjóðin var lokuð inni. Það var bara útgöngubann á Íslandi. Hvað gerði landlæknir, almannavarnir, ríkisstjórnin til þess að sporna gegn þessu eftir alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafði varað við þessu svo skilmerkilega eins og hún eftir? Sko við gerðum í rauninni, við settum marga og töpuðum mörgum milljörðum í aðgerðarna sem voru sko náttúrulega svona atvinnulíf og bara sóttvarnir og allt þetta. Fókusinn var þar, kannski skiljanlega einhver leyti, en við vorum með nánast engan fókus á geðheilbrigðismál. Ég man að ég var einu sinni boðaður í þetta sett hjá landlækni, ég átti að koma til að tala þetta. Á þessa opnu blaðamennafundi? Já, á þessa endalausu opnu blaðamennafundi. Klukkutíma fyrr var ég síðan aðboður. Þannig ég fór aldrei í þetta spjall Af hverju? Ég veit ekki, bara einhver annar sem að, þú veist, einhver sem kom þarna til Skipt meira máli? Já, og það margt sem skipti máli, margt að þessu skipti nefnilega máli. En ég man eftir fundi líka með ráðherrum á þessum tíma og ég hef opinberað það og sagt það, þá voru svona Zoom-fundir sem við vorum öll að tala þetta og það var slökkt á ákveðnum skjám, skilur. Þá sá maður að viðkomandi, þetta var ekkit í efsta sæti. Við settum, það voru settir 100 milljónir til þess að, það voru settar 100 milljónir í sérstakt geðheilsu átak barna eftir að kom dökk skýrsla 21 stöðuna og hún var bara eyrnamerktir í kjölfar COVID fyrir 100 milljónir fyrir börn. Og ég tek alltaf þennan samanburð, ég veit hann asnalegur, en það þarf að setja þetta í samanburð. Á sama tíma voru að borga bankaráðgjöfunum 3 milljarða til að selja eitt banka. Og þá er ég ekki að tala bankasöluna sem slíka dæma það. Bara nefna tölur. Ég bara nefna tölur. Þetta sýnir rauninni hvað okkur finnst í rauninni samfélagið það líka að segja, heyrðu, þetta er ekki málið. Við ætlum ekki að setja 100 milljónir í börn. Við ætlum að setja 3000 milljarðar í börn eða eitthvað, skilur. Við ætlum bara að ákveða það. Tryggvi, út frá COVID, við upplifum þetta öll á eigin skinni. Var eitthvað sem að þú sást í þínu nærumhverfi eða umhverfin almennt sem að benti til þess að stjórnvöld eða fólk almennt hefði hugan við þetta? Ég tala fyrir mig sjálfan, maður einhvern veginn gerir sig ekki grein fyrir því á þeim tíma þetta gekk yfir að þetta hefði þessi geigvænlegu áhrif. Sko það var náttúrulega reynt að styðja við íþróttafélögin og náttúrulega íþróttaæskulistar sem kannski svona einn af stærri birtingamyndum þess sem að stjórnvöld og bæjarfélög og annað að styðja við ungmenni og ungliðastarf og ég held að það hafi nú verið gert svona ágætlega allána, það var allána góð tilraun. Ég tók nú bara sjálfur eftir að þegar maður fór að ræða, ég bý í Vestmannaeyjum, að þegar maður fór að ræða við fólk og ég var að starfa fyrir fyrirtæki í borginni að það hafði rosa áhrif á geðheilsu fjölskyldunar, til dæmis bara bjóstu í lítilli íbúð eða varstu í stóru einbýlishúsi sem allir gátu haft sitt pláss og það fór að koma svona breytur einmitt sem allt í einu fór að upplifa bara svona ákveðna stéttaskiptingu í sko eftir bara hvernig varstu staddur, bjóstu í borg í lítilli íbúð eða út á landi í stóru einbýlishúsi og sem að mér fannst mjög áhugavert að svona hlutir sem að kannski fólk almennt sér ekkert að tengja mikið við geðheilsuna sína fór allt í einu að vera rosa stórt atriði og komst út í náttúru og annað og ég meina bjóstu einn eða bjóstu með einhverjum. Ég man að mér þótti fróðlegt þegar þetta er svo það er svona verið að slaka svo aftur tilbaka og þá var ég að spurja kennarana
og í bæði grunnskólum og framhaldsskólum í Vestmannaeyjum hvort það var einhver munur á börnunum og þau sögðu að þau var öll svona miklu kurteisari og svona meira tilbaka og hlédrægari og svona einn skólastjórinn var þannig að þeir bera þess merki að þau eru búin að vera lengi núna með foreldrum sínum. Þetta er svolítið svona góð kjörnun á ástandinu en ég er sammála Grími, við þurfum bara sem samfélag öll og þarna bera foreldrar, tel ég líka, mikla ábyrgð, ekki bara stjórnvöld, að þegar sérstaklega við sjáum á það og ég svo kostnaðurinn hafi verið langmest borinn af börnum og úlingsaldri á þessum árum. Það sem að þessi mótunar ár eru. En lesturinn sem við nú verið að skoða, það er nú merkilegt vísindastarf og tilraunaverkefni í gangi í Vestmannaeyjum. Börn í Vestmannaeyjum eru læsari heldur en börn annars staðar á landinu og þú nú reynda að komið að öðru læsisverkefni í Kópavogi sem að sýna mikinn árangur. Þetta er þetta algjörlega óásættanlegt að 40% drengja geta ekki lesið sér til gagns við lok grunnskóla og þriðjungur stúlkna. Ég meina, það hlýtur að vera hægt að koma þessu í eitthvað horf. Þetta var ekki svona. Nei. Eru þetta foreldrarnir sem ber ábyrgð á þessu eða eru þetta skólayfirvöld? Ég held að þetta sé blanda af mörgu. Já, ég held að foreldrarnir beri mikla ábyrgð en líka skólayfirvöld og bara þessi samfélagsbreyting er náttúrulega og maður verður að faktora hann inn í að það er allt öðruvísi svona dópamín áreiti á meðal barn í dag sem að kemst kannski bara 5, 6, 7 árin í spjaldtölvu og örfunni bara stanslaus og velun fyrir hvert skref að ætla að setja þannig barn niður að lesa bók 7, 8 ára er ekki það sama held ég eins og að gera það við barn fyrir 25 ára sem var ekki búin að gangi gegnum svona hormóna örfun á heilanum sínum í nokkur ár og þarna bera foreldrarnir fyrst og fremst ábyrgð held ég. Skjátíma notkun er faraldur. Já, það má alveg segja það. Ég meina, það er ekki bara í umferðinu, okkur er bannað að aka með síman framan í okkur eðlilega, en maður sér þetta út allt, jafnvel í íþróttahúsum, þar sem er mikið í gangi, þar eru börn með síman á sér og þau eru ekki sest í hvíld áður en þau opna síma og spjaldtölvur og foreldrarnir sem ættu að vera að fylgjast með æfingunum eru, já, vonandi að lesa mbl.is eða eru í símanum en kannski að gera eitthvað annað. Ég held að þarna er alveg rétt. Foreldrar bera ábyrgð, mikla ábyrgð og bara við öll. Þetta er, við erum okkur í tandemi þegar eitthvað gerist þá segir hvað ætlað þú að gera? Ætlað þú ekki að gera eitthvað fyrir mig? En það þarf auðvitað líka að leiða. Það þarf einhver svona að leiða, hvar er forgangurinn? Hvar er hann hérna? Þetta er bara svona, nú eru hér forsætisráðherra að fara að nota íþrótta liðið, hvað gera þjálfa og eitthvað svona. Og það má svo sem alveg gera það en allavega það þarf einhver að leiða og það er það sem að kannski við þurfum, einhver svona setji mál á dagskrá og segi þetta erum við að fara að gera. Hvað vilt þú setja? Takt þú þér þessa stöðu hér og nú? Nú er þjóðin að horfa. Ég er búin að segja og bara segja það aftur, við förum á hratt og við finnum það, okkur líður ekki vel. Ég held að það sé bara mjög mörgum sem líður ekki vel. En þá er það hraðanum í þjóðfélagi? Mikill hraði, mikla kröfur og við sjálf, við erum að tala um börn. Okkur finnst, við segjum bara hjá börnin að nota, en við erum öll þarna og þú veist, TikTokið sem að, fullorðna fólkið er þar líka. Nú eru komnir element í TikTok og þú getur downloadað. Þannig þú ert að fara í flug eða eitthvað, eða vera eitthvað lengi í burtu eða svo ekki neti, kannski búin að downloada 1000 svona TikTok. Þetta er dopamíneffektinn og hann er vondur. Ég vil að við setjum þetta þannig, að við spyrjum okkur, hvað viljum við raunverulega? Og þegar ég setjum í þessar stellingar þegar maður er svona, þegar barnið manns er í vanda, þá segir maður ekki, þegar barnið er í miklum vanda, sumir hafa lent í, ég hef alveg lent í því á 4 börn og ég og barn sem hefur lent í miklum vanda og þá sit ég ekki og velti því fyrir mér mikið hefði ég nú átt að eyða tímanum í það að vinna meira og vera meira í golfi eða vera meira í ræktinni eða vera með einhverjum annar staðar eða skemmta mig meira eða bara vera pirraðri og eitthvað út í barnið mitt. Maður hugsaði alltaf, ég sé svo eftir tímanum sem ég gaf þessu barni ekki. Og þetta það er svo vont að vera að hugsa um þetta þegar maður er komin á einhvern stað. Og það er svo gott að við tölum alltaf hjá Geðhjálp, byrjum bara strax á meðgöngu. Byrjum þar. Hvað erum við að gera þar? Hvernig hjálpum við verðandi foreldrum? Hvernig getum við gert það? Hvernig styðjum við fólk? Einu sinni bjó allt þetta fólk í sama húsinu,
skilur langamann, amman og allt þetta og þannig að þá fóru svona kynslóðirna niður og það var hjálp og stuðningur. Nú búum við einn þarna í einbýlishúsinu einhvers staðar eða í íbúðinu einhvers staðar og við erum bara hérna 25 ára og vitum lítið, googlum það á annað. Áreitið, það líti allir vel út, klámið allstaðar, það allstaðar tækifæri. Þetta fólk eignast barn, á fyrstu 2 árunum skilur 50% af þessu fólki. Þau skilja og það er ekki út af því að hjónabandið er ónýtt eða sambandið er ónýtt eða hvað það er. Vissulega, örugglega hjá einhverjum, bara á ekki að vera saman. Þetta er verkefni. Það er svona stór en grunnverkefni. Svo kemur í leikskóla, hvað gerist þá? Hvernig er stuðningurinn þar? Akkurru ræður í rauninni atvinnulífið því að við erum öll bara að reyna að koma börnunum okkar eitthvað í burtu svo við getum verið að vinna? Akkurru erum við ekki að reyna að vera meira með börnunum okkar? Akkurru er samfélagið ekki að búa það til? Þetta eru svona þessi verkefni sem þurfum að gera. Við getum ekki gert þetta með því að segja bara við skulum ráða 30 sálfræðingi viðbútt. Það er ekki málið. Það er ekki lausnin. Nei. En þú kallar samt eftir auknu fjármagnin. Er þetta meira hugarfarsbreyting hjá samfélaginu? Er þetta heimilin, grunneining samfélagsins sem að íhaldsmenn tala en er ekki tísku í dag? Er það sem skiptir málið? Hvernig sem við, sjálfsögð, það er einn nángið, það er þessi grunnur. Síðan kemur öll velferðin og innviða skuldin, það er annað. Það er hvernig við höfum ákveðið að láta skóla, heilbrigðiskerfi ákveðna hluta þess, ýmsa velferð, sveitarfélög, þjónust og allt þetta. Þetta hefur, við erum í stórskuld þarna og þar getum við vitnað líka bara í tölu frá Ríkisendurskoðun sem að segir að 4,9% af fjármagnum sem fyrir heilbrigðiskerfi fer í geðheilbrigðismál, meðan umfangið er 30%. Í Svíþjóð er þetta 11% sem fer af heildarbudgetinu í þetta og það ættu að vera sirka. Því að það er ákveðnir þættir í heilbrigðiskerfinu sem eru mjög dýrir, krabbameinsmeðferðir, hjartauppskurður og annað sem sjálfsögðu gera verkum að þetta á ekki að vera 30% heldur. En það er samt sem að þegar kerfið hefur liðið þennan skort í áratugi þá er mjög mikið sem að þarf að laga. Ofbeldis hlutin að þessu er kannski það sem að hrindir þessari miklu umræðu af stað núna. Þetta skelfilega mál á menninganótt sem að ung stúlka týnir lífinu út af ofbeldi sem hún verður fyrir, hrottafengnu. Ég skoðaði tölfræði hér í nýrri skýrslu frá stjórnarráðinu sem var gefin út núna fyrir sumar ofbeldi meðal barna. Árið 2018 eru tilkynningar ofbeldisbrot sem börn fremja 542, þetta eru orðin 1072 árið 2023 og þetta er í línulegum vexti ár eftir ár eftir ár. Hvernig myndu þið skýra þetta? Hvar er ástæðan að leita? Er þetta í þessum leikjum, tölvuleikjum, Fortnite og öllum þessum viðbjóði sem að foreldrar leyfa börnum sínum að stunda eða eru þetta fjölbreyttari skýringar? Það er nú verið vel að rannsaka. Ég kemur bakgrunni töluleikjagerðanum að svona ofbeldisfullir leikir stuðla nú ekki, það er ekki mikil fylgni þar inn í ofbeldi hjá líf barna almennt. Ég held að séu 2 mjög stóra breytur sem allavega ef ég fengi hattinn sem Grímur fekk á hana, ég ætti að velja hverja myndur skoða. Gjörðu svo vel. Þá er annað að ég held þetta tilgangsleysi og sjálfsmyndar vandi sem að ungi drengir er að fara í og ég held að ein af rótunum þar sé eins og við fórum yfir áðan tungumálið og önnur rótin er þessar hröður samfélagsbreytingar og meira stress á heimilum og eins og Grímur er að fara í að börn eru minna með foreldrum og þetta. Síðan virðist, og það fylgir oft með þessum fréttum núna undanfarið, að samfélagsmiðlarnir verið að spila þarna hlutverk og BBC er nú bara nýbúnar að taka smá úttekt á þessu að skoða hvað eru ungi kallmenn að sjá á TikTok. Það eru nývaárásir og ofbeldisárásir og jafnvel trend sem hefur verið að hvetja fólk í einhvers konar drive-by árásir eitthvað svoleiðis og svo póstar og fara lækust. Þannig að það er líka bara komin mjög furðulegt hvatakerfi fyrir ungt fólk í dag að jafnvel að fara í einhver svona áhættuhegðun sem að þessir algoritmar eru jafnvel að ýta undir. Þetta er náttúrulega ótrúlega furðuleg stað að vera í. TikTok er stýrt af kínverskum stjórnvöldum. Það er fullyrt að efni sem að börn á Vesturlöndum sjái og séu matreita sé allt annars konar efni heldur en börnin í Kína. Er ástæða fyrir okkur út frá þjóðaröryggi og þá er ég að tala um það í víðum skilningi orðs að stíga það skref sem Bandaríkjamenn hafa velt fyrir sér að banna þetta bara?
Ég fylgst mikið með þeirri umræðu og ég mikið áhugasöm en ég þekki einstaklinga í þessum geira í Bandaríkjunum sem hafa nú bara verið að smíða þessa algoritma og þeir hafa allir fullyrt og sumir hafa nú bara gert það opinberlega. Það var nú bara fræg heimildamynd á Netflix það að þessir algoritmar eru svo sannarlega ekki smíðaðir með það fyrir augum sko hvað best fyrir barnið og hvernig lyftum við því upp. Þeir eru smíðaðir með fyrir augum sko hvað fær fólk til að vera sem lengst og horfa þá á sem flestar auglýsingar því þetta er náttúrulega bara neysluvörur fyrirtækjanna. Og þessi samanburður við kínverska TikTok er náttúrulega ótrúlegur. Það er nú bara til vídeo af þessu sem er verið að fara hlið við hlið á með kínverskt barn sér bara ætla þú ekki að vera geimfari og þú veist á meðan bandarísk börn sjá bara þú ert ljót nema og fá þér brjóstastækkanir eða ætlar ekki að fara út og sýna á sitt kallmað með því að fá þér Lamborghini bíl og það snýst allt einhver svona neyslu og samanburð og glansmyndir og já. Þannig að auðvitað hefur þetta. Eitt er hvort að stjórnvöld taki ákvörðun eins og þessa, þetta er ritskoðun í einhverri mynd eða augljósri mynd. Foreldrar, hvaða ráð gefur þú, Grímur, foreldrum sem eru að láta börnin sín hafa snjalltæki í fyrsta skipti á að hleypa börnum inn í þennan búnað? Nei, þú veist, ég er kynslóðin, sko, ég ætla að fara líka aðeins inn í það sem vorst að tala rétt á undan, þetta með sko ástæðunar og breytingarnar, en ég ætla að byrja á þessu. Þegar ég er krakki, ég er náttúrulega eldri en þið báðir og Það var langt í internetið þeirri til þegar þú varst Já, og þá bara, þú veist, þá reyktum við bara sígarettur, sko. Það var bara þannig og ég er náttúrulega kemur þannig bakgrunni, oft talað það, ég er svona barn, ég er áhættubarn. Ég kemur brotin í fjölskyldu og fer í mína leið, mína dökku leið og einhvern veginn fór í megin, ekki hinum megin, að sko, sígarettur urðu þarna allt í einu, nú reykjum við ekki meir. Nú ætlum við að taka það af börnum. Það er ekki gott fyrir börn að reykja sígarettur. Það heldur ekki, það kom svo aðeins seinna, er ekki gott fyrir börn að drekka mikið brennivín. Þú veist, lítil börn að drekka, þú veist, bara brennivín, það var ekki bjór, heldur brennivín. Mín sýn, að samfélagsmiðlar og til dæmis þetta sem algoritmarnir sem eru hannaðir til þess að við neytum, til þess að við viljum kaupa. Og þú veist, þetta er heimsmynd barna hér, bara á Íslandi til dæmis, þú sér það bara, förum við á þjóðhátíð og horfum á ungt fólk og þú veist, þú horfir á fólkið og í hvaða flíkum er þetta fólk. Þú veist, það er enginn í Asos jakkanum eins og Grímur Atlason, sko, sem er reyndar bara í jónum að því að það er einu föt sem passar á mig, sem kostar ekki neitt. Það er bara merkin og það er, þú veist, það er status sem kemur þaðan. Og þetta kemur úr þessari átt. Ég persónlega spyr, væri verra fyrir 8 ára barn að fá kartón og kamel, heldur til dæmis bara iPadiðinn með öllum forritunum. Og þetta er, þú veist, þetta er auðvitað stórt að segja það, en þetta er mjög alvarlegt. Þetta spilar stóra rullu. Og hvert er svarið? Já, fyrir mig, sko, nú ætlum ég ekki, það er ekki geðhjálp að tala hérna. Það er ekki vísindamaðurinn Grímur Atlason með 30.000 greinar skrifaðar sem ég er ekki. Kamel, bara allan daginn. Ég held að ekki filterslausan samt. Jú, ég held að það sé bara fínt. Þá líka mikla líkur á því að maður kannski hætti því líka, maður sé ekki að fara í þetta, sko, en ég, þá er ég ekki að tala upp neina fíkniefnanotkun, ég er bara að tala um hætturnar. Við höfum farið svo mikið í þetta, við höfum tekið út fyrir svig alls konar efni og þau séu miklu hættulegur en önnur og það hefur oft verið mjög rangt. Varðandi þetta sem þú sagðir áðan með breytinguna og þú varst að benda á það í rauninni, það sem gerist þarna, þetta eru sömu tölurnar. Ofbeldi eykst þarna í rauninni 100%. Vanlíðan stúlkna, hún var 41%, svona var svona staðan, þau voru svona cirka ánægð með sig, það dettur svona mikið niður. Þetta er rauninni sama tímabilið. Sömu hlutfall. Já, og svo getum við takið lyfin og þau koma þarna upp líka. Allar þessar tölur segja það sama. COVID hafði gríðarlega áhrif, samfélagsmiðlarnir hafa gríðarlega áhrif. Þetta eru í rauninni stóru breyturnar hérna. Við, fjölskyldan, við gátum ekki sagt nei, við gátum ekki lokað þetta. Við vildum að barnið okkar væri ekki eina barnið sem fengi bara Nokia gamla, takkasíman, en einhvern veginn og erum í þessari stöðum. Ef ég má bæta þetta, af því þú vísar í, ég er nú svona bjartsýnis maður að eðlisfari og við Íslendingar höfum fundið módel sem allan hefur virkað áður fyrr og ég er nú á þeim aldri að ég er unglingur þegar að forvarnarátaki með áfengi er að fara í gang, hann í kringum aldamótið. Ég man eftir bara hvað maður sá hratt mikinn mun á milli árganga
þegar þetta fór af áhrif að því að það voru allir virkjaðir. Foreldrar fengu hlutverk, íþróttafélögin fengu hlutverk, skólarnir fengu hlutverk, sveitarfélögin fengu hlutverk, frægt fólk var með hlutverk, stjórnvöld voru með hlutverk. Þetta var samstillt átak. Ég trúi því núna og meðal annars þökks í ykkur hérna að þið hafa verið að setja menntamálin alveg rosalótin. Ég held við séum að stefnin í það núna bara í fyrsta sinn í allan 30 ára menntamál og ég vona það verði eitt af stórum málunum í næstu alþingiskosningum. Ég hef fundið það sjálfur, ég hef búin að vera núna í 8 ár að vera hérna baulandi í fjölmiðlum og allstaðar slæmastöðu drengja. Það tók langan tíma og ég ekkert einn það og fleiri að tala þetta, en mér finnst vera að koma ákveðin skriðþungi sem birtist meðal annars í því að 2 ráðherrar í þessa ríkisstjórn, Áslaug Arna og Ásmundur, eru búin að núna láta setja þessa vinnu í gang með stöðu drengja. Það á leiðinni aðgerðir þar, það hefur verið að vinna í ákveðin átt, og ég trúi því að það muni skipta máli og ég finn fyrir gríðarlegum áhuga af sveitarfélaga og skóla út allt land og þetta held ég að við Íslendingar séum góði og ég held leið og við byrjum að sjá okkur árangur, þá vilja fleiri vera partur af þeim árangri, við erum líka svolítið þannig þjóð. Þannig ég ætla að leyfa mér að vera aðeins svona bjartsýnn í allavega sérstaklega kannski í menntamálunum og þessi ofbeldisvinkill náttúrulega núna að koma af kraft upp á yfirborðið og það svo sannarlega verk að vinna, en við getum þetta, ég trúi því. Við þurfum að ræsa þessar vélar ekki seinna en í dag, helst hefði það verið gert í gær. Ég þakka ykkur kærlega fyrir ykkar innlegg í þessu umræðu á þessu vettvangi. Ég reyndar með ykkur að segja, ég algjörlega sammála með þetta. Já. Við getum gert þetta og það sem kannski það sem við erum að segja hérna, það bara tegna hann upp og svo gera það. Látum verkin standa og hendur standa fram úr ermum en ekki öfugt. Og Tryggvi Hjaltason, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna, en þið heyrið skilaboðin frá þessu borði hér, foreldrar þessa lands. Taki, lesið fyrir börnin ykkar og með börnunum ykkar, gefið ykkur tíma til að vera með þeim og reynið að halda þeim frá þessum fjandans samfélagsmiðlum. Sjáumst í næstu viku. Verið sæl.